Komið sæl. Í þessum þætti ætlum við meðal annars að fylgjast með mikilvægum rannsóknum á áhrifum loftslagsbreytinga. Íslendingum tamt að tala veðrið því góð tíð hefur ekki bara áhrif á mannsandan, heldur einnig á umhverfið. Veður fer hlýnandi á jörðinni en það fer ekki endilega batnandi. Loftslagsbreytingar enda ein stærsta áskorun nútímans. Á Íslandi þá erum við á mörkum hins byggilega heims og við sjáum það af örnefnum á Íslandi að hér áður fyrr var stunduð umfangsmikil akuryrkja sem að síðan lagðist af. Hún hefur á undanförnum svona 15-20 árum verið að koma tilbaka. Allt frá upphafi iðnbyltingarinnar miðja 18. öld hefur hlýnað á jörðinni. Á síðustu 100 árum hefur meðalhitinn stigið 0,7 gráður við yfirborð jarðar. Snjóþekja hefur minnkað víða á norðlægum slóðum, ekki síst af vorlagi. Árið 2016 var það hlýjasta í heiminum frá upphafi mælinga og það til marks þær miklu loftslagsbreytingar sem nú ógna lífríkinu. Það hafa áhrif á allt okkar líf og allan okkar landbúnað, allan okkar fiskveiðar. Það hafa áhrif á allt lífríki jarðar og við erum háð því, við erum bara hluta því. Á norðurslóðum fellur nú meiri úrkoma sem rigning en minni sem snjór. Jöklar hörfa hratt og nær bráðnunin til fjall- og hveljökla á norður- og suðurhveli og til jökla í hitabeltinu. Jöklafræðingar við Háskóla Íslands vinna stöðugt að því að betrumbæta líkön sem að líkja eftir mögulegum viðbrögðum jöklana við loftslagsbreytingum. Þannig eru þekktar veðurfars og jöklabreytingar í fortíðinni til dæmis notaðar til að stilla af líkönin. Ef það hlýnar jafn hratt og spátna segja til fyrir núna, þá hefum við reiknað út að svona jöklar eins og Hofsjökull og Langjökull, þeir gætu verið að hverfa á svona næstu 200 árum. Það tekur lengri tíma fyrir Vatnajökull. Snæfellsjökull það bil að hverfa núna. Við höfum séð mikla breytingar, hann hefur hopað mikið og minnkað. Þannig að það líklegt að hann getur horfið bara á næstu áratugum jafnvel. If we look at older data from earlier publications, the glacier has been speeding up significantly. The glacier has been retreating quite a bit in the recent years. Niðurstöðurnar sýna meðal annars það að á síðasta áratug þá hafa breytingarnar orðið hvað hraðastar á þessu 300 ára tímabili og síðan hafa þessar líkankeyrslur sýnt okkur það að þessi jöklar mjög næmir fyrir breytingum í hita. Hlýnun upp á 1 gráðu samsvarar því að eins og ef við myndum minnka úrkomuna 40% jafnvel. Þannig að þeir eru mjög næmir fyrir breytingum í hita. Nú meðal annars unnið að því að bæta spáhæfni líkana til að áætla betur mögulega nýtingu á leysingavatni til orkuvinnslu. Við sjáum að jöklarnir að minnka og það sem að jöklarnir geyma í dag það bil 20 ára úrkoma. Þannig að ef þeir minnka þá erum við í rauninni að missa þennan forða af vatni sem að geymist í jöklunum. Allar spár bendu til þess að þetta fari bara hlýnandi. Gefum okkur að hitastigi hækki samtals 2 gráður næstu 100-150 árum og þá eru bara eitthvað jökulskellir sem eftir upp í háfjöllunum. Að sjá jökul og himinn renna saman einstök upplifun, en vegna líklegra breytinga í náttúrunni verður svo reynsla ekki sjálfgefin fyrir Íslendinga framtíðarinnar. Og ef að hitastigi hækkar eins og spátna segja til fyrir þá myndi ég halda að það væri nokkrir áratugir, kannski 100-150 ár sem að Eyjafjallajökull og Mýrdalsjökull taka að hverfa. Þetta verða djúpir dalir sem að verða eftir og auðvitað líklega stöðuvötn í flestum þeirra. Vísindamenn hafa rannsakað hvort leysingavatn geti safnast undir skriðjöklunum og auki hraða þeirra fram til bráðnunar. Afleiðingarnar gætu orðið þær að yfirborð sjávar hækkaði meira en ella. The climate will get warmer, the glacier melts faster and this water will go down to the bottom of the glacier and could speed up the glacier by lubricating the glacier at the base. Niðurstöðurnar sýna svo þarf þó ekki að vera. Í miklum leysingum þegar mjög mikið vatn æðir undir jöklinum, bræðir það göng undir honum í stað þess að hreyfa allan jökulinn. Við bráðnun jöklana myndast og stækka lón við jökuljaðrana. Þetta má sjá við marga jökla, til dæmis Sólheimajökul og Breiðamerkurjökul og þessum lónum þeim fjölgar.
Jökulsárlón sjálft byrjaði ekki að myndast fyrir um 1930. Þannig að lónið hérna fyrir aftan okkur það ekki nema 80 ára gamalt eða svo. Undir jöklinum djúpur fjörður sem nær langt inn í fjöllin og þegar að yngstu börnin okkar eða barnabörnin okkar, þegar þau eru komin á okkar aldur að þau geti siglt alla leið þarna inn að þessum fjöllum. Samfara hlýnun verða breytingar í vistkerfum og nýtt líf kviknar í auðninni, þar sem jöklarnir einir réðu áður ríkjum. Það byrjar á því að það eru ýmsar kulsækna tegundir, bæði mýflugur og krabbadýr sem sækja í þessi lón. Og svo verða einnig breytingar á jökulánni fyrir neðan. Það verða tærari, það líkjast meira bergvatnsám með ofar en það gerðu áður. Það bara akkurat ekkert vitað lífríki Jökulsárlóni, það svo merkilegt. En mér finnst allt benda til þess að hér sé stór merkilegt vistkerfi. Og hér mikið líf, hér eru selir, fuglar, hér vitað urriða og bleikju, en þetta hefur ekkert verið rannsakað. Og þetta í rauninni bara alveg gríðarleg, bara frábær tilraunastofa sem við höfum. Fiskur fyrst og fremst í neðstu hluta jökuláa og sækir ekki mikið upp í þessar köldu ár svona til að byrja með. En seinna meir verða þessi jökulvötn, þegar jöklarnir hafa alveg hörfað, venjuleg stöðuvötn og þá hefur fiskur gengið upp í ef þau komast, ef það verður ekki fossar á leiðinni. Gögn úr gervihnöttum sýna að hlýnun síðustu áratuga hefur víða valdið því að nú grænkar fyrr á vorin og gróðurtími lengri. Breytingar hafa orðið á útbreiðslu ýmissa plöntutegunda. Þessi birkitré hafa til dæmis skotið rótum á foksandi sem jökulhlaup hafa mótað. Myndir úr gervihnöttum eru líka notaðar til að fylgjast með breytingum á jöklunum. Fjarkönnun hjálpar við eftirlit með jöklum, bæði til langs tíma, vegna þess að við höfum nokkuð góðar gervitunglamyndir 40 ára aftur í tíman, þannig að það er að fylgjast með þeim breytingum sem hafa orðið á þeim tíma, hvernig jöklarnir hafa verið að hörfa, en það einnig hægt að skoða þetta dagsdaglega, hvar bráðnun, hvar snjóhula, hvar hafís og slíkt, þannig að það hjálpar mjög mikið. On satellite, we can mount different kind of sensors. There are sensors that are able to measure the elevation of the landscape, and we can see if the glacier is moving in the vertical direction. There are sensors that are more like a camera that take pictures. From pictures we can extract the ages of the glaciers, and if we perform a temporal analysis we can see how the ages are changing, and then we can provide like a multi-temporal analysis about the movement of the glacier and how it changed in the ages. Flíildi einnig notuð til að kortleggja jaðra skriðjöklana sem nú hopa hratt. Mostly we use it to map areas and create digital elevation models, which can be imagined as a three-dimensional representation of the landscape. And for the glaciers, we monitor changes on the glacier surface, especially at the edges of glaciers. For example, Breiðamerkurjökull is one of our biggest subjects, and there we monitor the changes at the edge. And there we see elevation changes and also how the icebergs break off. We can use places like Breiðamerkurjökull, which are so easy to access for us. It's just 5 hours drive, and study processes which are highly important just on a 2-day trip. And that's a big advantage we have in Iceland. And it contributes directly to the base research we need to do. Stóru jöklarnir á jörðinni hopa hratt. Útbreiðsla hafís á norðurhveli jarðar hefur líka minnkað. Stærð þeirrar ísþekju sem lifir af sumarbráðnunina í Norður-Íshafi hefur minnkað 7,4% á síðasta áratug. And the mountain glaciers are important because they're currently contributing the most to the sea level rise. Jöklarnir hafa gríðarlegt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. I like in Iceland here people come for the glaciers, and so if they disappear that will have a kind of a secondary change. It will just make the landscape different. But the hydrological impact, how the river runoff changes and how you can use this either for recreation or for commercial use, that is the biggest change.
What we see now is that already some glaciers are not accessible anymore for glacier hikes or ice climbing. And that people are looking at different forms of glacier tourism now. What's very popular is, for example, to look at the ice caves, very popular at the moment. So there is a more or less a diversification going on in the tourism industry. Miðað við niðurstöðu líkanreikninga og spárum hlýnun svo spurning áleitin hvort jöklarnir nái enn að laða til sín ferðafólk eftir heila öld eða jafnvel bara eftir hálfa. Tourism industry doesn't look at that long period. The operators, they look more or less from what's happening next year or 2 years. But if you have a hotel, you want to build a hotel, then you have to look at, of course, much further at a much longer time scale. Sterkar vísbendingar eru margvíslegar breytingar á vistkerfum í hafi og ferskvatni vegna hækkandi hita. Nú vorar fyrr á Íslandi að jafnaði og breytt veðurfar hefur áhrif á laufgun trjáa, ferðir farfugla og varptíma. En breytingarnar hafa líka áhrif á landbúnað. Tækifærin, framleiðslu möguleikarnir eru mjög miklir. Við erum kannski sérstaklega að skoða það hvernig bændur bregðast við þessum breyttu skilyrðum. Það nefnilega þannig að það ekki breytingarnar sjálfar fyrst og fremst, heldur það upplifun bænda af þeim sem að stýrir því hversu miklar og hversu hraðar þessar breytingar eru. Við háskólan nú þróað landnotkunar líkan þar sem könnuð eru þau áhrif sem loftslagsbreytingar eru líklegar til að hafa á norrænan landbúnað með tilliti til vals bænda á nytjaplöntum. We have found that there is a very clear correlation between crop change and climatic changes. So even though we can say the data proves that it's true, let's say, that climate is clearly having an influence on what types of crops are being grown, farmers don't necessarily perceive climate as the reason for those decisions. So that's important in terms of outreach and when you want to engage stakeholders and get them, on board with you and working with you in terms of adapting to climate change and taking advantage of the opportunities that are presented from a longer growing season. Landbúnaður mikilvægur fyrir efnahagslíf á Norðurlöndum og rannsókn Bryndísar og Daðamás ætlað að auka þekkingu á þeim áskorunum og tækifærum sem fylgja hlýnandi loftslagi. Það alveg ljóst að ef að teknar upp sömu framleiðslu aðferðir á til dæmis korni á Suðurlandi eins og við sjáum víða í Danmörku og Noregi, þá myndum við sjá miklu mun einsleitari náttúru og eitthvað af því sem fyrir þyrfti að víkja. Bryndís segist vonast til að rannsóknin styðji bændur við að búa sig undir ýmsar sviptingar sem geta fylgt loftslagsbreytingum. They do not perceive climate change as a particularly important motivational factor in those decisions. We found that when you ask them directly about why they do what they do, they name things that are much closer to their day-to-day operations at the farm than climate change. So not long-term temperature and precipitation patterns, but rather economic constraints or changes in agricultural policy or things of that nature. Svo held ég megi ekki gleyma því líka, við megum ekki missa okkur í einhverja jákvæðni hvað varðar loftslagsbreytingar vegna þess að óvissan sem þeim fylgir framtíð ekki bara landbúnaðarframleiðslu heldur líka sjávarauðlindarinnar. Sveiflur geta gert það að verkum að við séum fyrst og fremst að horfa fram á ótryggari tíma og ekkert endilega betri. Áburður mikilvægur í landbúnaði til að stuðla að vexti nytjaplantna. En hvað gerist þegar áburður rennur í ár og læki sem hlýna stöðugt sökum loftslagsbreytinga? Í lítilli Vín á Hengilssvæðinu hafa vísindamenn komið upp náttúrulegri tilraunastofu þar sem líkt eftir því sem gerist þegar straumvatn hitnar sökum breytinga á loftslagi. Við erum hér með læki sem eru frá 6 gráðum upp í 42 gráður, en það sama vatnið í öllum. Og þá svipaður halli á öllum þessum lækjum, það svipur lengd, þannig að eðlisfræðilegu og efnafræðilegu eiginleikar lækjana eru þau sömu, en hitinn mismunandi. Gísli Már Gíslason, prófessor í vatnalíffræði, hefur árabil kannað ásamt samstarfsfólki sínu hvaða áhrif loftslagslínun og áburðarefnamengun hefur á lífríki straumvatna. Og síðan hefur við sett inn í þessa læki áburðarefni, þannig að við þrefölduðum
köfnunarefni og þannig gátum við nota svæði fyrir ofan það sem við létum leka inn sem viðmiðunarsvæði og fyrir neðan tilraunasvæði og þannig gátum við metið hvaða áhrif hlýnunin hafði eða hvað gerðist í þessum mismunandi hlýju lækjum. Upphaflegt markmið rannsóknanna var að spá fyrir áhrif loftslagsbreytinga framtíðarinnar á vistkerfi vatna í Evrópu, en verkefnið hefur þróast áfram og nær yfir breytingar í straumvötnum allan heim. Með hækkuðum hita verða feiknarlega mikla breytingar í þörungagróðri og háplöntugróðri og það sveiflast úr þessum köldu kísilþörungum og yfir í grænþörunga og háplöntur með hækkandi hita og það eykst líka framleiðnin, þannig að hlýrri lækirnir þeir geta orðið borið fisk sem kaldari lækirnir get ekki. Aftur á móti með dýralífið þá verða líka breytingar eftir hita úr kulsæknum rykmýslirfum í köldustu lækjunum, í bitmiði sem ángrokku hérna í hlýrri lækjunum. Ásamt í hlýrri lækjunum eru vatnabobbar sem eru kuðungar sem verða í miklu þéttleika. Þessi læki liggja hérna hlið við hlið og við höfum yfirleitt notað þá sem kontrast þegar við erum að fylgjast með klaki, við erum að fylgjast með breytingum yfir árið, lífsferlum og annað hjá dýrum og þörungum og þá geta notað þessa tvo sem aðal tilrauna lækina. Rannsóknir á Hellisheiði sýna að hækkandi hiti í straumvatninu breytir samsetningu tegunda og dregur úr fjölbreytileika. Hnattræn hlýnun hækkar ekki aðeins hita í vötnum, heldur einnig í sjó og veldur jafnframt hækkun sjávar yfirborðs. Í Ísafjarðardjúpi nú verið að rannsaka áhrif loftslagsbreytinga á seiði þorsks og ufsa. Like everything which is in the ocean, like for example, if the fjord is getting warmer, the organisms that live in the fjord will change, the small organisms, and those are like the basic nutrition for the fish that comes in to grow, and that affects, for example, the whole fishery, but of course, yeah, the fish will be affected. Þessi seiði og seiðatímabilið mjög kritískur tími í lífssögu þessara fiska, eins og margra nytjafiska. Og það verða alveg gífurleg afföll á þessu tímabili, allt upp í 95–98% jafnvel. Fish that I am analyzing are like this size, so you can imagine that the size of what they are feeding on is very, very small. Þorskur helsti nytjafiskur Íslendinga. Uppeldisstöðvarnar eru oft alveg við land og undir sívaxandi álagi. Stór strandsvæði fara undir byggð, vegi, hafnarmannvirki og aðra atvinnustarfsemi. Varðandi þorskinn þá staðan þar líka enn meira spennandi af því að í þorskstofninum við Ísland þá eru mismunandi atferlisgerðir. Það annars vegar þorskur sem heldur sig að mestu uppi við land og hins vegar þorskur sem fer í langar fæðugöngur. Og við vitum það að það erfðafræðilegu munur á þessum gerðum þannig að maður gæti gert ráð fyrir því að einhver munur á atferli, til dæmis varðandi fæðunám, sé þegar komin fram á seiðarstigi. Þannig að þessar mismunandi atferlisgerðir séu að nýta ólík búsvæði, ólíka fæðu og séu líka í samkeppni við hvor aðra á uppeldisstöðum. Hækkandi sjávarhiti líklegur til að hafa áhrif á lífslíkur seiðanna og þar með uppvöxt þorskveiðistofnsins, en lífríkið flókið og margar breytur kunna spila þar inn í. Ef við erum með okkar mikilvægustu fiskistofna, þar sem afföll á seiðarstigi upp í 99%, þá hlýtur það að skipta gífurlegu máli að vita hvað ræður þeim afföllum og ef það hægt að takmarka þau, hvort að það skili sér yfir í veiðistofnin. Hins vegar, þegar maður með samkeppni á milli mismunandi arfgerða og mismunandi tegunda, þá mjög mikilvægt að sjá hvort að þessi samkeppni skilar mismunandi afföllum á þessum gerðum, þannig að breytingar, jafnvel breytingar af mannavöldum, myndu auka afföll bara á eina gerðina sem myndi þá aftur breyta samsetningu veiðistofnsins. Breytingar á hitastigi sjávar geta einnig haft áhrif á útbreiðslu tegunda og gert nýju mögulegt að festa sig í sessi. Grjótkrabbinn fannst hérna fyrst við landið 2006 og við erum búin að fylgjast með útbreiðslu síðan þá og nærum núna frá Faxaflóa og norður í Eyjafjörð. Þannig að þetta orðin 70% af strandlengjunni. Þótt mörg sjávardýr geti sinnt langar vegalengdir útbreiðsla nýrra tegunda í hafinu að mestu leyti
af mannavöldum. Grjótkrabbinn kom að öllum líkindum með kjölfestuvatni skipa og þetta eitt helsta vandamál í heiminum í dag í flutningi tegunda. Skip taka upp kjölfestu í höfnum og skila þeim svo út á nýjum stað og það talað alltaf 10.000 tegundir sé að berast svona heiminn daglega. Þetta gríðarlegt magn en náttúrulega það bara hluti þessar tegunda sem nær fótfestu. Lífríki sjávar við Ísland afar viðkvæmt fyrir breytingum og ekki vitað hvaða áhrif nýjar ágengar tegundir hafa náttúrulegt jafnvægi. Þetta í fyrsta skipti sem að grjótkrabbi finnst utan náttúrulegra heimkynna sinna í Norður-Ameríku og svolítið sérstakt að hann finnist á Ísland og vegnir svona rosalega vel. Hann virðist kannski fá litla samkeppni af þeim tegundum sem eru fyrir og eins þá vantar kannski afræningja, tegundir sem eru að borða hann. Þetta afskaplega góður matur nefnilega. Þannig að það ekki allt kannski neikvætt við að fá hann þetta þannig að, já, maður segja það þannig. Ekki mjög vel þekkt þetta í Íslandi, þess að hefur bara einfaldlega ekkert verið áður krabbategund, svona grund, eins og hérna núna, eins og grjótkrabbinn, sem einhver möguleiki á að fara að nýta svona. Fræðimenn segja að eina leiðin til að snúa óheillavænlegri þróun loftslagsbreytinga við sé að breyta lífsháttum okkar, þannig að við skilum jörðinni til næstu kynslóðar í betra horfi en við tókum við henni. Við þurfum að lifa með sjálfbærni í huga. Viðfangsefni sjálfbærni eru svo flókin að það ekki til neitt eitt rétt svar eða ein rétt lausn. First of all, the complexity. There's all this history, there's these assumptions that we take for granted in daily life that are part of an just extremely complex global system that even the smartest scientist can't explain or understand. Ef það á yfirleitt að vera einhver framtíð sem lengra en rétt seilingarfjarlægð fram í tíman, þá verður svo framtíð að vera sjálfbær, segir heimspekingurinn Ólafur Páll Jónsson. Við eigum að reyna að uppgötva hvernig við getum lifað góðu lífi innan ramma náttúrunnar. Við eigum ekki að henda frá okkur öllu sem tilheyrir okkur góða lífi. En við þurfum þess vegna líka að læra að endurskoða gildismat okkar. Ef sjálfbærni leiðin út úr þeim vanda sem vistkerfin glíma við, þá hlýtur það að vera hlutverk menntunarfræðinga að þróa kennsluaðferðir sem stuðla að sjálfbæri þróun. Núna hafa nemendur á öllum aldri allt annað aðgengi að upplýsingum og fróðleik heldur en var. Þannig að kennarinn ekki eini brunnur þekkingar. Lokamarkmið hlýtur að vera að breyta hegðun fólks, svo umgangist betur bæði náttúru og samfélag manna. We need teachers who don't feel the burden to explain the problems, but rather take an open inquiry approach and explore these problems or issues. And no one teacher can look at themselves as the expert, and they shouldn't even be looking at themselves as the transmitter of knowledge to students. En til þess að breyta hegðun ekki nóg að færa fólki þekkingu. Við þekkjum ýmis dæmi lækna sem að reykja, sem segir okkur það að þekking skaðsemi reykinga breytir ekki hegðun ein sér. Through a sort of democratic approach in the classroom, through using student interest and this exploratory approach, and through collaboration with other teachers, experts in the field, community members, parents, then you can start to put together a picture for students where they can make their own judgment calls, and they can then become more conscious and put things into context themselves. And that's more effective because then they're also internally motivated. They then want to make their own action in their lives. Þekkingin ein og sér augljóslega ekki drifkraftur athafna, heldur þarf nýtt gildismat og vilji til breytinga að koma til. Við eigum að reyna að lifa í sátt við náttúru og menn. Og til þess að gera þetta þá þurfum við á vissan hátt að mennta okkur upp á nýtt. Við þurfum að læra að meta hvað gefur lífinu gildi. Við þurfum líka
umfram allt að læra að líta á okkur sjálf sem hluta af náttúrunni. Vísindamenn fullyrða að samfélög manna glími nú við sjálfsköpuð og snúin vandamál sem ógni framtíð jarðarinnar og við verðum einfallega að finna lausnir. Við höldum að gildi lífsins liggi í því sem að við getum aflað. En áður en að við í rauninni tökum til við að afla hluta, þá þurfum við að læra að njóta hluta. Því annars verður öflunin fánýt. If we are able to raise students in a culture of being able to be smart about the world they're in, be aware and conscious, then who knows what the future will be. Í næsta þætti verða hvalir og norðurljós í háskerpu, en hvort tveggja laðar til sín fjölda ferðamanna til Íslands.